held ég sé nú ekki að, ég held ég muni það rétt að það eru sú upphæð stendur undir öllum launasjóði listamanna ríkisins, skiljið. Þannig að þetta er bara, þetta er bara vindur í hérna stofnum í þetta hlutverk listamanna eins og bara hlutverk fréttamanna eða almenningsútvarps. Tölum þetta sem skattgreiðendur. Skattgreiðendur eins ákveða að kosta hérna ríkisútvarpið og það eru þess að deilur um það. Af hverju fær ríkisútvarpið að vera ríkisútvarpið? Og það við getum líka spurt höfum við efni á þessu? Og þá er það spennandi, höfum við efni á því að ríkisútvarpið væri ekki? Í ljósi síðustu bara ára, þar sem hver eftirlitsstofnunin og fætur annarri hefur brugðist. Fjármálaeftirlitið, matvælaeftirlitið, við getum bara haldið áfram, umhverfisstofnun og svona þess. Þar hefur trekk í trekk, þrátt fyrir gífurlegar erfiðar aðstæður, fjórðavaldið, þar með ríkisútvarpið, komið inn og fungerað, upplýst, gert allt brjálað. Verið þetta eftirlitsstofnun sem það er ætlað að vera og við gífurlegar erfiðar aðstæður eins og maður lesi í hrunskýrslunni og svo ekki við bannað. Við höfum ekki efni á því að þetta væri ekki. Við höfum ekki efni á því að Kastljós væri ekki rannsóknarblaðamennsku vettvangur. Ég meina, hvað með Kallvirkni, hvað með eggjamálið, ég meina Panama-skjölin og svo framvegis. Þetta eru allt stór mál sem varða almannahagsmuni, eru gífurlega mikilvægir, mælandi í peningum. Og sem ég segi, þessi fjárfesting hefur borgað sig fyrir okkur skattgreiðendur. En er þetta ekki einhverju líka samstofna vegna þess að það er nú oft þannig að listamenn listaverk, þau eru aðhaldir það ekki og benda á það sem er fyrir aflega og annað í þeim? Akkurat. Við höldum stundum að við séum svona eins og undirmeðvitund. Við svona rópum til ykkur í draumi eða þið fáið upp á tilfinninguna.